Þá er komið að þriðja lið að dagskrá. Það er samfélagssvið, skipulag sviðsins og ég ætla að biðja varaforsetum að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Takk fyrir það forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lögð fram tillaga breytingum á skipuriti samfélagssviðs. Tillagan var lögð fram og samþykkt í frístundaráðinu 25. mars 2020, í stjórn Akureyrarstofu 27. mars og í kjarasamninganefnd 7. apríl og svo í bæjarráði 8. apríl. Bæjarráð bókaði eftirfarandi: bæjarráð samþykki nýtt skipurit fyrir samfélagssvið með 5 samhljóða atkvæðum. Jafnframt samþykki bæjarráð að laun þeirra starfsmanna sem gegna störfum sem taka breytingum vegna breytinga á skipuritinu lækki ekki meðan unnið er að mati á störfum og starfsmati og gildi svo ákvörðun til 31. desember 2021. Þetta hér komið til umræðu og samþykktar, en þarna er verið að færa skipuritið á samfélagssviði til samræmis við önnur svið og þar með verið að taka út lag sem að heitir deildarstjórar og ég ætla að reyna hérna að séra mynd af þessu. Það koma upp núna. Þetta er sem sagt núverandi skipulag með deildarstjórum undir sviðsstjóra og síðan forstöðumenn þar undir og það er verið að leggja til að það breytist þá svona að deildarstjórarnir fari út, það er komið þarna inn rekstrarstjóri og skrifstofustjóri jafnréttisráðgjafi en að öðru leyti eru forstöðumennirnir síðan þarna undir í einni línu. Svo hér er þetta bara lagt fram til umræðu og samþykktar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara stutt fagna því að þarna sé tiltekið sérstaklega staða jafnréttisráðgjafa. Ég held að sé bara gríðarlega mikilvægt og að hún sé 50% held ég sé bara mjög gott mál, þannig að ég bara fagna þessu og held að þetta sé bara hið besta mál. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara líkt á Sóley fagna þessum breytingum. Ég held að þetta sé jákvæð átt. Ég held að þess að gæta samræmis heilt yfir skipti máli og ég vil líka fagna því að þarna sé komin rekstrarstjóri inn. Ég talaði nú fyrir því held ég frá 2015 að mér finnst mikilvægt að við séum með aðila sem er að fylgjast vel með fjármálahliðinni og á flestum sviðum séu aðila sem eru sterkir á því sviði og séu sviðsstjórum til hals og traust sem og forstöðumönnum sem að hafa ekkert allir rekstrarþekkingu verið kannski sérfræður á sínu sviði. Þannig að ég bara held að þetta verði verulega til góðs að þarna sé komin aðilega með rekstrarþekkingu. Ég geri ráð fyrir, ég ætla að búast til og ég held að með hvernig þetta er sett upp að þetta auki líka skilvirkni. Eina er, ég hef ekki séð kostnaðarútreikninga á þessu þannig að ég veit ekki hver breytingin verður kostnaðarlega séð þannig að ef þið hafið svör við því þá er ágætt að fá það fram. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforsetum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar því að bæjarfulltrúi Eva Hrund spyr kostnaðinn, þá liggur það bara ekki fyrir. Þá eftir að fara þetta starfsmat fram, þá eftir að taka það og þannig að kostnaðurinn liggur bara ekki ennþá fyrir. Þannig að ég hef ekki svör við þessari spurningu, ég vildi bara koma því á. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þess að geta samþykkt þessa breytingu og skipuriti gefið merki. Það eru 11.